Áfengi þarf að umgangast af ábyrgð. Þess vegna viljum við auglýsa það af mikilli ábyrgð og með skýrum takmörkunum. Hér eru nokkrar af hugmyndum okkar. Í fyrsta lagi verður lög að heimila áfengisauglýsingar með skýrum takmörkunum. Í öðru lagi munu framleiðendur og innflytjendur samþykkja strangar siðareglur fyrir allt markaðsefni sem viðkemur áfengi, hvar það birtist, hvenær og að hverjum það beinist. Fyrirmyndin af þessum siðareglum kemur frá Svíþjóð. Aðeins verður leyfilegt að sýna vörumerki, umbúðir og innihald. Allt annað, eins og neysla vörunar, upplifun eða bein söluskilaboð, verða ekki leyfð. Sömuleiðis fylgi öllum auglýsingum og markaðsefni áfengis skilaboðum skynsamlega meðferð og ábyrga neyslu. Settur verður skýr rammi takmarkanir á birtingum eftir miðlum. Til að mynda verður óheimilt að auglýsa léttvín og sterkt áfengi í sjónvarpi. Auglýsingum verður að sjálfsögðu aðeins beint að fólki á áfengiskaupaldri og tryggt verður að áfengisauglýsingar beinist ekki að börnum og ungmennum. Að sjálfsögðu verður til viðbótar hefðbundið opinbert eftirlit með áfengisauglýsingum, væntanlega á vegum Neytendastofu. Mikilvægt að slíkt eftirlit sé skilvirkt. Sérstök siðanefnd skipuð óháðum aðilum verður sett á laggirnar til að framfylgja reglunum með markvissum hætti. Nefndin hefur heimild til að fylgjast með auglýsingum og markaðsefni áfengis og getur beitt viðurlögum telji hún siðareglu þessar eða almennlög brotin. Almennir borgarar geta lagt nefndinni lið og lagt fram kvartanir verður fyrir vitni að brotum á siðareglum. Slíkt fyrirkomulag hefur gefist ákaflega vel þar sem það er við lýði. Allt starf þessa nefndar verður fjármagnað af framleiðendum og innflytjendum áfengis. Nefndarmenn verða hins vegar óháðir í sínum störfum og starfa eftir skýrum ramma. Í Svíþjóð hafa viðlíka starfshættir reynst vel og það er okkar trú að mun skynsamlegra sé að leyfa áfengisauglýsingar með fyrrgreindum takmörkunum. Engin lausn felst í því að ætla að stöðva alla umræðum áfengi með boðum og bönnum sem þjóna illa sínum tilgangi og gera ekkert annað en að skaða innlendan iðnað. Markmið innlendra og erlendra framleiðenda með auglýsingum er ekki að hvetja til áfengisneyslu, heldur að fá neytendur til að kaupa sína vörur. Íslensk framleiðsla á skilið jafna samkeppnisstöðu gagnvart öðrum. Ef stjórnvöld vilja draga úr skaðlegum áhrifum áfengis eiga þau að auka forvarnastarf og hafa áhrif á aðgengi og framboð áfengis. Algjört bann við áfengisauglýsingum skilar engum árangri í þeim efnum.